Takk fyrir það. Það rifnaði útsetning á fundinum. Rifnaði. Við skelltum okkur í smá fundarhlé. Umsendingin er aftur komin á stað. Hún rifnaði, vist ekki, hún rofnaði. Við vorum komin að þeim lið sem er umræður fundagerðir heimastjórna og það er liður 13, 14, 15 og 16 og ég var búin að opna mælendaskrá og fyrst á mælendaskrá er Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Æi, það er einskot þetta skriflega eða? Þannig er ekki. Ok, við höldum áfram. Ok, við erum sérst búin að vera í beinni útsendingu og útsendingin er eitthvað að stríða okkur en við ætlum að gefa sveitarstjórnarfulltrúa Ásrúnu Mjöll Stefánsdóttur orðið undir fundagerðir heimastjórna. Já, frú forseti og annað ágætt sveitarstjórnarfólk. Ég kem hér undir lið 5 í fundargerð heimastjórn Seyðisfjarðar. Útsýnispallur á Bjólfi, Baugur Bjólfs. Ég tek undir með heimastjórn Seyðisfjarðar og fagna styrkveitingu sem heyrir upp á 158 milljónir eins og sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir kom inn á áðan. En í fundargerð segir, Baugur Bjólfs er hringlega útsýnispallur og þar verður einstakt útsýni yfir Seyðisfjörð. Heimastjórn telur að verkefnið muni verða aðdráttarafl fyrir ferðamenn og hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Nú er slæmt að formaður heimastjórnar Seyðisfjarðar sé fjarverandi á sveitarstjórnarfundinum og ég get víst ekki fengið svör við því hvort rætt hafi verið möguleg sjókvíaeldissvæði í firðinum á fundi nefndarinnar og neikvæð sjónræn áhrif þeirra á þessum stað sem á öðrum. Þar sem sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir sat ekki tíðan fund er erfitt fyrir hana að svara því. Ég finn mig knúna þrátt fyrir fjarveru formanns til að lýsa yfir áhyggjum af þessu einstaka útsýni yfir Seyðisfjörð í samhengi við fyrirhuguð áform fiskeldi í firðinum í óþökk mikils meirihluta íbúa. Það er ansi súrt að fá ríflegan styrk til framkvæmdar sem í eðli sínu byggir á útsýni yfir fjörðinn sem mun spillast svo nemur ef af opnu sjókvíaeldi verður. Ég vona að heimastjórn Seyðisfjarðar ræði málið af alvöru og standi með vilja meirihluta íbúa Seyðisfjarðar og lýsi sig andvíga opnu sjókvíaeldi í firðinum. Þar sem að þetta er í annað sinn sem ég kem hér upp, ætla ég að fá að nýta tækifærið og bæta við. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór lagði til að ég myndi ljúka máli mínu hvert sinn á ákveðnu slagorði og það verður bara að vera vendum Seyðisfjörð, set hnefann á loft. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næsti pontur er Hildur Þórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Þetta varðar fyrsta lið á fundi heimastjórnar Seyðisfjarðar frá 4. maí síðastliðnum. Óskum umsögn, breyting á umhverfismatsskýrslu Fjarðarganga og þetta er í samhengi við fund sem sveitarstjórn og fulltrúar heimastjórna áttu með innviðaráðherra núna nýverið sem að olli mér persónulega miklum vonbrigðum og ég er með djúpar áhyggjur af stöðu mála þegar að kemur að bæði Fjarðargöngum og Axarvegi og ég ætla að lesa hér smá tölu. Eins og við vitum öll þá hefur mikill áróður verið á vegum stöðvar 2 þar sem að er reynt að grafa undan einu jarðgöngunum á Íslandi sem eru fullhönnuð og tilbúin. Sama tíma eru sagðar fréttir af frændum okkar í Færeyjum sem eru að grafa samtímis 6 jarðgöng. Þessi fréttamaður, Kristján Már, hefur reynt að draga upp þá mynd að ósamstaða sé Fjarðargöng sem er fjarri lagi og ég heyrði í fréttu nú nýverið að innviðaráðherra var að taka undir það. Ég satt sjálf í stjórn SSA og Austurbrúar 2018 til 2022. Það er engin ósamstaða málið hér á Austurlandi. Samband sveitarfélaga á Austurlandi hefur ályktað ár eftir ár eftir ár á þá leið að Fjarðargöng séu næstu jarðgöng á Austurlandi. Hér er samstaða og vettvangur sem skiptir máli sem að ráða með þjóðarinnar eiga að hlusta á. Hann er alveg skýr. Fjarðargöng, þau hafa verið næstu göng á Íslandi síðan 2020, því miður hefur verið gangnarhlé síðan að lokið var við Dýrafjarðargöng síðan árs 2020.
og nota bene, Færeyingar eru samtímis að vinna að 6 jarðgöngum. Það er því algjört glapræði að hleypa ekki Fjarðargöngunum í útboð á þessu ári eins og áætlanir hafa gert ráð fyrir og það sýnir einstakt metnaðarleysi hjá þingheimi í innviða uppbyggingu landsins að hér hafi verið hlé á gangnagerð síðastliðin 3 ár. Þegar við unnum að sameiningu þessa ágæta sveitarfélags Múlaþings þá ræddum við samgönguráðherra sem nú er með titilin innviðaráðherra. Við ræddum við þingmenn og ráðherra allra flokka sem að gáfu jákvæð fyrirheit að það myndi flýta fyrir Fjarðargöngum og Axavegi að sameinast. Síðan eru liðin 3 ár og það eru alvarlegar blikur á lofti. Ég er búin að fara þessi yfir samstöðuna. Það eru fáar en háværar raddir hér á lofti sem að Fréttamaður Stöð 2 hefur tínt nánast allar til og haldið á lofti í sínum málflutningi. Hann hefur ekki rætt við fulltrúa SSA, Sambandssveitarfélag á Austurlandi, sem vekur furðu mína. Mér langar líka að koma því á framfæri að þó svo að jarðgöng séu dýr þá verið að dreifa þessari framkvæmd á 7 ár. Það er ekki verið að afhenda okkur þessa milljarða alla í einu og hluti upphæðirna mun alltaf skila sér tilbaka eins og allar aðra framkvæmdir sem eru á vegum ríkisins. Þannig að ég bara skora á Alþingi að gefa í innviða uppbyggingu á landsbyggðinni og sýna það í verki að þeim sé annt að halda landinu í byggð því að svo er ekki að sjá. Og það er líklega eina ástæðan þess að fólk flykkist til höfuðborgarinnar sem hefur ekki undan í að byggja húsnæði því að fjöldinn er orðinn svo gríðarlegur. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, annað fundarfólk. Þetta er í rauninni, ég veit ekki hvort Hildur var hér undir heimastjórn Fljótsdalseyrar eða Seyðisfjarðar, sennilega Seyðisfjarðar. Það er sami liður 1 undir báðum fundagerðum. Semst óskum breytingu og umhverfismatsskýrslu Fjarðargöng. Ég ætla að taka undir til að byrja með, taka undir ræðu Hildar sem svona kannski misnjótaði sér liðin svolítið en það ég held að það sé vel afsakandi til þess að fjalla almennt þessi blessuðu göng og ósamstaða er klárlega ekki þau og ég hef nú bent á það áður og ég ætla að velja mannum enn undir uggu með það. Peningarnir fara bara annað, 77 milljarðar og ég ætla bara að tuða þessa tökku aftur þangað til þessi göng koma 77 milljarðar í loftslagsskíðinu ógurlega og nú eru fréttamiðlar meira að segja farnir að staðfesta það sem að ég hef tuðað og verið lamin niður fyrir gegnum árin að það er bara eitt að hlýna sko. Það er ekki hlýna í 10 ár sem ég segi 20 ár. Þannig að þangað fara peningarnir í einhver gæluverkefni og meðan sitjum við uppi hérna eins og sveitarstjórnarfulltrúi Hildur nefndi hér áðan engin göng og allt sporreisist þarna. En það var ekki það sem ég ætlaði að fjalla um. Ég ætlaði að fjalla um þetta efnislega. Þetta fjallar um það að annars vegar Seyðisfjarðarmegin er verið að flytja vatnsból og hérna megin er verið að flytja veglínu svokallara suðurlegar sem er búið að vinna aðalskipulagsbreytingu út af. Og ég er svolítið hissa á þessari afgreiðslu og hérna bara svona aðeins renni yfir hvað mál snýst. Fyrir liggur frá Skipulagsstofnun bara svo ég lesi úr fundagerðinni hjá heimastjórn, það er sama hvort ég tökum bara Fljótsdalshérað. Fyrir liggur frá Skipulagsstofnun dagsett 3. apríl 2023 óskum að umsögn breytingar á umhverfismatsskýrslu Fjarðarganga vegna breytinga á veglínu suðurlegar og færslu á inntakslóni vatnsveitu í Seyðisfirði. Samanber og svo heldur áfram í umsögninni skal koma fram eftir því sem við á hvort Múlaþing telji að nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, umhverfisáhrifum, mótvægisaðgerðum og vöktun eftir því sem við á. Svo heldur þetta áfram, ég ætla nú ekki að lesa þetta lengra. Afgreiðslan hjá heimastjórnunum báðum er tiltölulega snubbrótt.
Það kemur til dæmis hérna heimastjórn Fljótsdalshéraðs að hún rauninni bara felur skipulagsfulltrúa að senda umsókn heimastjórna til skipulagsstofnunar. Umsókn heimastjórna, ég spurði nú fyrst hvaða umsókn það, en það rauninni kemur fram í bókun hjá heimastjórn Seyðisfjarðar hvaða umsókn það er. Það eru sem sagt drög að svari sem skipulagsfulltrúi hefur verið að vinna og það svar á 2 síðum er svona copy-paste úr skýrslunni sem VFSO vann fyrir Vegagerðina út af þessum veglínuflutningi og í rauninni ekkert annað en copy-paste þaðan og enda svo með þessari niðurstöðu. Umfjöllun fyrirhuguð umhverfisáhrif framkvæmdanna er talin fullnægjandi og gefur ekki tilefni til frekari rannsókn. Og ég furða með þessu vegna þess að þessi veglínubreiting er töluvert mikil breyting frá því sem áður var. Til umræðu eru svo kallar A, B og C-lína, það sem búið að horfi frá svo kallar A-línu, það sem kemur rétt fram í skýrslu, þessari skýrslu sem VFSO vann fyrir Vegagerðina, hún er flutt vegna ýmissa atriða og svo ég komið aðeins renni nú yfir það. Af hverju? Jú, það er niðurstaða Vegagerðina, svo ég lesi með leyfi forseta úr þeirri skýrslu, smákafla, það er niðurstaða Vegagerðina að nauðsynlegt sé að hliðra suðurleiðinni til suðurs í þeim tilgangi að minnka áhrif á vistgerðir og gróðurfar og vegna mögulegra stækkunar á byggingalandi við Egilsstaði norðan við suðurleið. Það var hins vegar aldrei farið í það, ok, hvað er þetta byggingaland og engin spyr á því og ég ætla nú að taka með það bestarlega, sko. Það var ég sem kom þessu að á sínum tíma, þetta væri hugsanlega mjög verðmætt byggingaland. Þeir eru enn að skera þetta byggingaland alveg í tætlu, sko. Það hefur ekkert breyst, þetta er jafnvel verslað, það er eiginlega besti hlutin að því að núna komin undir veglínuna. Nú, svo eru aðrir skondnir hlutir þarna, sko, sem ég ætla nú bara að benda á að í forsendukaflanum þessari sömu skýrslu, það er að segja öðrum kafla, það kemur fram eftirfarandi með leyfi forseta. Suðurleiðin samræmist best markmiðum Vegagerðarinnar að aðskilja þjóðvegaumferð og umferð óvarinna vegfarenda þar sem Fagradalsbraut leggst af sem þjóðvegur og verður innanbæjargata. Þetta er ein skondnasta setning í þessari skýrslu, bara ein af þeim skondnasta sem ég hef séð koma frá Vegagerðinni. Jafnvel þó að VFSO skrifi þetta fyrir þá, sko. Vegna þess að fyrir það fyrsta þá hefur komið fram að öryggismat þegar var að meta þessa blessaða leiði, suðurleið og miðleið og norðurleið, þá hefur komið fram að það var gleymdist eða hreinlega var ekki gert að taka tillit til gangandi og hjólandi umferðar niður Fagradalsbraut, sem er aðal öryggismálið. Og nú ætla menn að segja það að suðurleiðin sé best út af þessu máli. Það er bara algjörlega rangt og þetta er bara rangfærsla vegna þess að eins og hefur komið fram í skýrslu skipulagsstofnunar þá gagnrýndu þeir einmitt það að verði farið eins og suðurleið þá muni megnið á umferðinni fara niður í gegnum Fagradalsbrautina hvort þið er. Hverju breytir það fyrir gangandi umferð? Ef við tókum eins og á norðurleiðina þá gerðist það að það var köttað á þessa leið frá Fjarðarheiðargöngum niður í gegnum bæ. Þannig að hún hefur væntanlega verið langöruggust fyrir gangandi umferð. Þannig að hér á að reyna að klína því inn að suðurleiðin sé eitthvað að bæta það. Síðan ætla ég aðeins að hnykkja hérna á, sko, ég ætla nú að reyna að stytta mál mitt vegna þess að mér finnst þetta dálítið mikið, sko, en förum í stærstu atriði. Í kafla 7.1 í þessari ágætu skýrslu færslu veglínunnar kemur fram. Það er semst áhrif á vistgerðir og gróður með leyfi forseta, svo metið í athugun Náttúrufræðistofu Austurlands að birkiskógurinn á svæðinu teljist til sérstæðra birkiskóga vegna aldurs. Ok. Þá hefði nú heimastjórn sem jafnframt náttúruverndarnefnd kannski aðeins mátt kíkja í náttúruverndarlög hvað þau segja slíkan birkiskóg. Jú, þau segja nefnilegast það í 6. kafla 61. grein.
sem varðar sérstaka vernd tiltekinna vistgerða og jarðminja. Það stendur í B-lið. Í sérstæðri eða vistfræðilega mikilvægi birkiskógar og leifar þeirra þar sem eru meðal annars gömul tré. Og slíka vistgerðir, segja lögin, forðast ber að raska vistkerfum og jarðminjum sem taldar eru upp í 1. og 2. málsgrein nema brýna nauðsyn beri til. Það ber ekki brýna nauðsyn til að fara í gegnum það birkiskóg. Það var annar kostur, norðan við ána, svo kvöldu norðuleið. Þannig að þetta verður alveg örugglega kært, þetta suðuleið verður kært og þetta lendir í skrúna því miður. Það ég ansið þetta Síðan ætla ég aðeins að hnykkja á þessu samtíð náttúruverndina að það kemur fram í skýrslunni, ég ætla ekki að lesa það upp en leiðarbreytingin, það segja nýja veglínuna meðal annars gerð til þess að reyna að sneiða fram hjá svokölluðum blæjasparlundum sem eru einstæðir og farið gegnum það í þessari skýrslu og víðar. Þeir eru einstæðir ekki bara á landsvísu, heldur á Evrópuvísu. Þetta er Ísland er vestasti fundarstaður blæjaspar í Evrópu. Ekki nóg með það að þarna eru þeir blæjasparlundir sem eru hávaxnastir og stærstir á landinu og ber þar einn af. Þar eru trén sögð reyndar samkvæmt einhver athugun 2000 og ég man ekki hvað 10 eitthvað svoleiðis eða 2 eða 6 eða hvernig einhvern veginn fyrir hluta aldarinnar vera 8 metra há. Þau eru alveg örugglega 10 metra há ef ekki 12 metra há í dag. Það er að segja að þau eru komin í hámarksvöxt sem blæjasparlur verður. Ok, það er ekki skorið í gegnum lundina, en nú gerðu menn þau mistök vegna þess að menn hafa sennilega bara skoðað loftmynd af þessu hvar þessi lundi væru. Þeir fara með veginn utan í kantinn á þessum hávaxnasta blæjasparlund vestast í Evrópu. Ég fór og mældi þetta í gær, þetta eru svona sirka eftir í hvernig maður lítur á hvað maður kalla lundin út frá hvort það eru hávaxin tré eða græður. Þetta er svona frá því að vera 32 upp í 50 metrar frá lundin. Þetta er svona svipað og að menn ætluðu að fara að leggja veg í gegnum Almannagjá aftur, Þingvöllum, og allir eru vitlausir, sjálfsagt ég líka. Jú, þá ríkjum menn til og breyttu veglínunni og segðu við förum bara með hana upp á Gjábarminn. Og ekki nóg með það að við förum með hana upp á Gjábarminn, þá fer hann ekki á Gjána, við setjum hana á stóra bogabrú yfir Öxarárfoss. Þetta er álíka vitlaust. Og þetta verður, engin friður þegar fram í sækir er hrættir. Þannig að mér líst ekki á þetta og hérna er hissa á þessum snubróttu afgreiðslu heimastjórnar sem ég veit ekki almennilega hvort var afgreiðslu heimastjórnar eða eða náttúruverndar nefnda. Hvorum megin sem eru við fjall, Seyðisfirði eða Fljótsdalsfirði, þá einkum sérlega hérna megin vegna þetta fjallar suðurleiðina hérna megin. Þannig að ég vildi gjarnan óska eftir því að formaður heimastjórnar Fljótsdalshéraðs kæmi hér upp á eftir og gerði grein fyrir því hvernig þeir komast að þeirri niðurstöðu að það sé bara hægt að sópa þess út á borðinu og segja þetta sé hið besta mál að gefnum þessum upplýsingum sem ég hef gefið hér. Það er enginn labbað þarna inn í skóginn virðist vera, það er enginn gert sig grein fyrir því hvernig þetta lítur út. Það er enginn gert sig grein fyrir því að þetta byggingaland sem ég svona tuðaði með hér á sínum tíma að væri mikilvægt, hugsanlega mikilvægt, hvar það liggur. Það bara ímynda sér það, einhvern veginn, frá einhverju loftmynd, einhverju korti. Og ég eða aðrir sem þekkja til síðan spurðir, ekki að ræða það. Þannig að hroðverknisleg vinnubrögð ætla ég að hafa þetta. Nú, ég ætla nú að fara að klára þetta og allir vera fegnir. Já, mér langar að vita líka frá formann umhverfis- og framkvæmdaráðs hvort að þetta sé rétt afgreiðsla, að þetta fari bara í gegnum heimastjórnir og þar með afgreitt. Á ekki umhverfis- og framkvæmdaráð að fjalla þetta málsnúmer. Vegna þess að eftir því sem að ég sé í málsnúmeraskrá þá hefur þetta eingöngu farið fyrir heimastjórnar og virðist ætla að enda þar. Þannig að ég vildi gjarnan fá svar við því líka. Takk fyrir.
Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson kemur til svara. Forseti og gott fundarfólk. Þröstur er búinn að fara að mörgu leyti ágætlega yfir ýmsa efnisþætti málsins. Þetta er þannig að heimastjórnin hún er með umsögnina í sérstöku skjali sem er sendt Skipulagsstofnun og hlutverk heimastjórnarinnar á þessum staði í ferlinu er að fara yfir umhverfismatsskýrsluna og leggja mat á hvort að hún teljist fullnægjandi. Auk umhverfisskýrslunar var heimastjórnin með gögn undir málinu gagnvart þeim aðila sem var FSOP sem var umhverfismats eða drögin af umhverfismatsskýrslunni og undir þeirri skýrslu eru gögn þeirra aðila sem eftir viðkomandi fagsviðum fari við málið. Í umfjöllun heimastjórnarinnar er það mat heimastjórnarinnar að skýrslan fjalli á fullnægjandi hátt þetta og ég skil nú ekki annað eftir yfirferð Þrastar heldur en að svo sé í raun og veru. Það er svo annað mál og kannski annar staðar, annar vettvangur hvar menn taka svo afstöðu til þess hvaða áhrif hún hefur en okkar hlutverk í þessu sambandi og þá bæði sem náttúruverndarnefndar er að fara yfir það hvort að við erum með fullnægjandi efnistök og umfjöllun í umhverfismatsskýrslunni og það var mat heimastjórnarinnar að svo væri. Svo getur menn haft á því skoðanir en enga síður þetta mat heimastjórnarinnar miðað við þessi fyrirliggjandi gögn og mér fannst í raun og veru lýsing Þrastar í raun og veru bara staðfesta það. Þannig að svo kemur þetta til umfjöllunar annar staðar og umsagnar eins og Þröstur réttilega bent á að þarna er jafnframt opið umsagnarferli í gangi í þessum málum eins og öðrum þar sem almenningi og sérstökum umsagnaraðilum gefst kostur á að veita umsagnir málið. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu og ég ætla að biðja fyrsta forseta að taka við sem forseti hyggst taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir málið, gjörðu. Takk fyrir það, forseti og annað gott fundarfólk. Ég tel að sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hafi nú komið ágætlega inn á þetta en það er þannig að í viðauka 1 við samþykktum stjórn Múlaþings kemur fram heimastjórn veitir umsagnir umhverfismat áætlana samkvæmt 3. kafla og umhverfismat framkvæmda samkvæmt 4. kafla laga númer 111/2021 umhverfismat framkvæmda áætlana. Slíkt kemur ekki fyrir umhverfis- og framkvæmdaráð heldur fer það einungis fyrir heimastjórnir. Ég reyndar skal taka það fram hér að það er réttmæt ábending að þegar að mál fara fyrir heimastjórnir sem náttúruverndarnefndir þá þarf það að koma skýrara fram. Þetta höfum við rætt hér meðal okkar sveitarstjórnarfulltrúanna og ég held að sé komið laga að skoða hvort að það sé ekki hægt að taka það bara fram í inngangi þeirra mála sem sannarlega eru tekin að það sé að ræða náttúruverndarnefndir svona til þess að skýra það fyrir þá sem lesa fundargerðina síðar. Ég veit að Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi hann hefur aðra skoðanir en þá skoðun og ákvörðun sem tekin hefur verið. Ég ætla samt að benda á það að það er svona, hann skautar örlítið fram hjá vissum hluti sem koma sannarlega fram í gögnum frá vegagerðinni. Til dæmis er það að Náttúrustofa Austurlands var fengin til að lýsa vistgerðum á gróðri og athuganir fóru fram á vettvangi sumarið 2022 innan 200 metra breiðs athugunarsvæðis og í skýrslu Náttúrustofa Austurlands er fjallað áhrifasvæði í þessu samhengi. Og síðan kemur fram hér í lokin að allir valkostarnir, áhrif allra 3 valkostana eru talin neikvæð á vistgerðir og gróður, rýra verndargildi og votlendis og birkiskoða svæðisbundið, vera langtíma og nokkur leyti óafturkræf. Þannig að það er ekki að sjá hér að einn kostur sé betur en annar nema sannarlega B-hlutin sem er vegurinn sem nú þegar liggur sem er miðleiðin. Þannig að sannarlega hefur það ekki neikvæð áhrif á náttúrufar þegar við breytum engu. Þannig að það er ekki satt að þessi hluti sé ekki adressaðir, þeir eru fullkomlega adressaðir hér og Náttúrustofa Austurlands gerði ítarlega rannsóknarkönnun á þessu sem er forsenda þeirra ákvörðunar sem hefur verið tekin núna og síðan kemur þá bara ljós hvort að Skipulagsstofnun telji ástæðu til þess að það þurfi að fara fram nýtt umhverfismat eða ekki. Takk fyrir. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur
Ásgrímsson, ég er ekki nógu mikið inn í þessu. Við beðum Norri, gjör svo vel. Ég fel forseta aftur stjórn fundarins. Forseti, Norri fundarmenn, já, ég greinlega að koma of lítið upp í pontu núna, við erum búin að gleyma hvað ég heiti. Það var svo smart. Ég ætla bara aðeins að orða í samhengi við það sem að forseti sveitarstjórnar var að minnast á núna með heimastjórnirnar og hlutverk náttúruverndarnefndanna. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt nákvæmlega þetta að það sé tekið fram þegar að nefndirnar, heimastjórnirnar að starfa sem náttúruverndarnefndir. Ekki bara til þess að það sé auðveldara að lesa út úr því, heldur líka til þess að muni að menn eru með þann hatt. Menn eru að fara skoða málin út frá náttúruverndarlögum. Þetta er gríðarlegur, sumir segja að náttúruverndarlög á Íslandi séu sambærileg við barnaverndarlögin. Þetta er og ég held að við þurfum aðeins að taka okkur á þarna því að sem sagt, ekki beint, ég er ekki að tala beint út frá þessu máli, þetta er bara það að heimastjórnirnar, þessar umsagnir og svona mál sem koma upp í náttúrusamfélaginu að mann sitji á sig náttúruverndarnefndar hattinn og þá þarf eiginlega að taka það fram. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu og næstur til máls tekur Vilhjálmur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi og gjör svo vel. Forseti og fundarmenn, kannski þetta er lið 14.1 eða þetta sem verið að ræða síðast var það hlutverk náttúruverndarnefndanna sko. Nú það kann að vera að þetta verði læsilegra eða skýrara með því að fara að taka svona fram að ég vek samt athygli á því að samkvæmt erindisbréfinu fara heimastjórnirnar með málefni náttúruverndarnefndar samkvæmt náttúruverndarlögum. Það segir bara það að þetta er alltaf á borðið heimastjórnar og við getum alveg eins farið að vísa þá öðrum málum inn í aðra nefndir með vísan til viðkomandi laga sem að eiga við á hverjum tíma. Þannig ég tel í sjálfu sér að þetta sé óþarfi nema þá til glöggvunar út á við en þetta hlýtur alltaf að vera eitt af verkefnunum og ekki síst í svona málum. Það er að horfa á þetta með þessu út frá þeim lögum ásamt öðrum lögum. Þannig ég finnst stundum koma fram í umræðin menn telji málið ekki vera á réttum stað hjá heimastjórnum og það bara ágætt að rifja það upp að ástæðan fyrir því að við settum þetta í farveg hjá heimastjórnum var svo nálgun að þarna væri fulltrúar úr nærsamfélaginu sem hefðu góða heildar yfirsýn yfir málin og ég held að allar heimastjórnar eru skipað fólki úr nærsamfélagunum og auk þess sem að við erum að vinna náttúrulega á grundvelli upplýsingar sem eru unnin af viðkomandi fagfólki í stofnunum eða stofnunum eða fyrirtækjum sem að starfa á þessu sviði. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Frú forseti og annað ágætt sveitarstjórnarfólk. Hlutverk heimastjórna sem náttúruverndarnefndir hefur verið tíðrætt og ég held að því sé kannski ábótavant að heimastjórnir bæði eins og sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur kemur inn á setja upp hennan hatt því að
að mínum dómi ekki svo að sjá að heimastjórnir vinni sem náttúruverndarnefndir í öllum þeim málum sem þeir taka fyrir og með leyfi forseta þá segir hér að náttúruverndarnefndir skulu vera sveitarstjórnum til ráðgjafar náttúruverndarmál, stuðla að náttúruvernd hver á sínu svæði, meðal annars með fræðslu og umfjöllun framkvæmdir og starfsemi sem líklegt að hafi áhrif á náttúruna og gera tillögur úrbætur til sveitarstjórna og umhverfisstofnunar. Þær skulu hafa forgöngu það að vekja almennan skilning á gildi náttúruverndar og óspillts umhverfis. Náttúruverndarnefndir skulu fylgjast með því að náttúru landsins sé ekki spillt með athöfnum sem brjóta í bág við ákvæði og fyrirmæli laga. Ég á erfitt með að sjá að við séum að fylgja þessu eftir í vinnu heimastjórna og þess vegna held ég að sé mjög mikilvægt að við ræðum þetta og komumst að einhverju öðru fyrirkomulagi, hvort sem það felur í sér að það sé tekið fram að nú sé verið að starfa sem náttúruverndarnefnd eða þá að þetta fái einhvern annan farveg því að það pottur brotinn þegar kemur að þessu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, hann að funda fólk. Þetta var að sama lið og svo ég sé bara reynd með það hvor það þá skulum bara halda okkur við heimastjórn Fljótsdalshéraðs 35. Sko áður en ég tek undir málflutning vina mína í Vinstri grænum, þá kannski aðeins að svara því sem kom hérna fram áðan í málflutningi sveitarstjórnarfulltrúanna Jónínu Brynjólfsdóttur og Vilhjálms Jónssonar. Það eitt af því að sveitarstjórnarfulltrúi eða forseti öllu heldur nefndi hér áðan að Náttúrufræðistofa hefði farið þarna og gert könnun aftur 2022. Ég svolítið hissa á þeirri vinnu vegna þess að til dæmis þessi ágæti Aspalundur sem ég að vitna í hér, hann teiknaður upp á þetta kort í þessari skýrslu VFSO á nákvæmlega sömu stærð og gamli uppdrátturinn var. Hann miklu stærri. Hann hefur stækkað greiðarlega. Og það mjög mikill uppgangur að bara koma því að í Blæjarspinni í Egilsstaðaskógi og ástæðan fyrir því hinn náttúruverndar ástæðan, það að segja gamlu trén og gamli birkiskógurinn, hann hefur gisnað og látið undan og Blæjarspinn veður upp þar sem að sólarljósið kemst niður. Þannig að þetta frá náttúrulegu sjónarmiði einstakt og það eins og ef að þetta rétt að það var eins og Náttúrufræðistofnun einhvern veginn hafi litið fram í þessu og ég mun nú bara leita svara við því hjá henni hvernig hún vann þetta mat sem ég finnst einkennilegt. Nú burt séð frá því hvað þessi blessa suðurleið skipulagslega vitlaus samanborið við norðurleiðina að þá það svo að þetta svæði á ef ég man rétt náttúruminjaskrá allt saman, þar sé neðri hluti Egilsstaðaskógar. Þar kemur fyrir þetta sem sérstaklega tiltekið í náttúruverndarlögum, birkiskógur og það sérstaklega gamall birkiskógur. Þetta svæði uppfyllir það. Það eru Blæjarspir sem ég man ekki undir hvað verndaflokk eða hvað það flokkast en þetta allavega mjög sérstakt með þær. Svo votlendið og í fjórða lagi síðan, hvað heitir þetta, skógir eða eitthvað sem á þessum gamlu birkitrjám. Þannig að hér skal fara gætilega. Og þá kem ég aftur að því sem að þau benda á hér réttilega sveitarstjórnarfulltrúar Helgi Hlynur og Ásrún Mjöll. Það þetta með náttúruverndarnefndindar. Ég þeim svo hjartanlega sammála og þetta mál kannski með þessa suðurleið og allar þar krúsidúli sem verið að gera þar bara ágætt að þetta komi upp vegna þess að það sýnir okkur hvað þetta fyrirkomulag að hafa náttúruverndarnefndirnar undir sama hatti og heimastjórnar arfa vitlaust. Vegna þess að heimastjórn alltaf semi-pólitísk.
Náttúruvernd á heima meira undir vísindum. Það til skammaryrði sem heita pólitísk vísindi. Þar á náttúruvernd ekki heima. En hún því miður komin undir þau. Heimastjórn pólitískt lituð og hún vill vissulega fá Fjarðarheiðargöng eins og við öll viljum og þú veist, tekur þá pólitísku ákvörðun með sjálfsagt meirihluta í sveitarstjórn að keyra í gegn þessa suðurleið og svo framvegis og keyra þetta allt saman í gegn. Þegar það kemur á náttúruverndinni þá vill sama fólki náttúrulega ekki eiga þá hættu að einhver náttúruvernd sé að flækjast fyrir þessum markmiðum hinnar pólitísku heimastjórnar. Það er bullandi árekstur þarna og þetta bara sýnir okkur það að heimastjórnir eru vanhæfar, svo ég noti nú það skemmtilega orð sem að ég hef fengið að heyra duglega sjálfur undanfarið, eru vanhæfar að fara með náttúruverndarmál. Ég held við þurfum bara alvarlega að leggjast yfir það hvort að þessu skipulagi þessu fyrirkomulagi þurfi ekki að breyta. Þannig að þetta séu algjörlega faglega skipuð nefnd, ekki pólitískt. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls eftir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason. Frú forsetinn að funda fólk. Þetta undir lið annars vegar undir lið 16. Heimastjórn Seyðisfjarðar fundur 34 og það undir lið 5, Flögu Bjóls. Og ég tek undir þessu og fagna þessu líka, en það sem ég finnst sem kom fram í máli sveitarfulltrúa Ásrúnar Mjallar varðandi tilmæli hennar til heimastjórna og ég verið að viðurkenna kannski, ég kannski verið svo eitt á fræðinu, mér finnst bara tilmælin eiga að koma frá heimastjórn til okkar, ekki frá okkur til heimastjórna. Við þurfum alltaf að passa það að þær eiga að vera þeir sem veita okkur innsýn inn í málefni í hverjum kjarna fyrir sig og það ekki okkar að hafa bein áhrif hvað þau fjalla og hvernig þau fjalla og hvað þau gera. Mér finnst þeir að geta tekið upp með sjálfum sér. Varðandi hinliðin, lið 14, lið 1, umhverfismatsskýrsluna. Þá finnst mér umræðan kannski að farið hingað og þangað undir þessum lið og kannski meira vera að horfa á kannski hlutverk sem náttúruverndarnefnd sem ég tel líka ákveðið, ákveðin kost. Inn í heimastjórnum eru kosnir 2 fulltrúar af íbúum til þess að sinna þá bæði hlutverki heimastjórna og hlutverki náttúruverndarnefnda og það þá fólki sem kýs það fólk sem treystir í það. Hvort að þau séu kannski, og ég fagna því því að mér finnst ofta kemur þetta bara einhver þverskurður af samfélaginu. Þannig að ég held að þetta sé ekkert alveg vitlaust hlutverk, en kannski auðvitað finnst kannski ef að fólk finnst ég ekki taka þessu hlutverk sínu alvarlega þá er það kannski eitthvað sem þarf að ræða, en mér finnst þau gera það. En byggja en það halda að menn sé eitthvað vanhæfir í að fjalla mál, ég hef enga trú á öðru en þau fjalla málinu bara og hef bara upplifað það bara af bestu trú og hvað þau telja sér best fyrir sitt svæði. Og varðandi skýrsluna sjálfa, undir skýrsluna, þá ég að segja, mér finnst bara ágætlega undirbúin, ég búin að renna þessi gegnum þetta. Það kannski, kannski meira að dæla ákveðna niðurstöður og ákveðin atriði. Ljóst að öll vegagerð hefur umhverfisáhrif, þau eru metin bara á móts og önnur áhrif og það að hér komi fram nýja veglínur en bara hluti af vinnslu málsins. Þar eftir hafa mér skoðað þetta út frá öryggi, takmörkun áhrif á náttúru, þrengingar byggðinni, tengingar, annað. Men þetta bara allir sem hafa komið inn og ég tel bara að þessi nýja veglínu munu koma bara vel á móts við það, tryggir okkur töluvert eða mögulegt byggingaland mikið sem ég held að sé nú náið það langt fram í framtíðina að við þurfum ekki að hafa mikla áhyggjur því næstu 40-50 árin þó að áframhaldandi vöxtur verði eins og hann er. En svona ég að vera stífur, mér finnst stundum það sem trufli Sveitarstjórnarfulltrúa Þröst Jónsson mest er það að málflutningur þeirra sem hann segir þekkja best til, hans og svona þeirra sem eru ættið að vegist að bílnu, að hann sé ekki tekin kannski á sama leveli og faglegu rök og faglegu málflutningur. Það kannski það sem ég held að stundum svona trufla hann aðeins. Ég veit alveg það er mikla þekkingu, meðal annars var þetta breytingu, var þetta þrengingu á byggingum og annað, en það hefur verið mjög gott að hafa hann með okkur í þessari vinnu. En það er líka bara aðrir aðeins sem unnið þetta, bæði Vegagerðin, Vatnsmýri, Mannvit, það margir Háskólann á Akureyri
og það gríðarlega vinna farið fram í að greina hvað væri best og hvað kosti og galla hver leið hefur og þetta niðurstaða og ég bara hlakka til að hver niðurstaðan verður í þessu umhverfum skiptir hvort með telji þörf á því að búa til nýja eða ekki að ég held að við séum bara á rétti leið í þessu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Lesi vil taka þessi mál. Stutt andsvar, gjör svo vel. Trausti Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi ætlar að koma með stutt andsvar. Já, hann er svona ástæða sem ég held að allir skilji að ég þarf að svara þessu málflutningi sem virðulegur sveitarstjórnarfulltrúi ég var með hér áðan að þeir sem koma af Egilsstaðabílinu, ég ætla bara að bera af mér sakir ef svo má segja, ég er ekki af Egilsstaðabílinu, ég hef enga hagsmuni að gæta með Egilsstaðabílið þó að þessi borin og barnfætur niður í koti eða hvað við kalla það, niður Fljótsbakkann, þá hef ég enga hagsmuni að það er að geta, ekki nokkura. Það sé algjörlega klárt og það þarf ekkert í þessari umræðun í annari að bendla mig við það annars ágæta bíli. Ég er ekkert að gagnrýna það og ég er ekkert að gagnrýna það fólk sem þar býr. Ég bara vil ekki og leiðrétta það hér mér að ég er enga tengingu eða hagsmuna af því ágæta bíli. Engra hagsmuna að geta. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli sínu. Vilhjálmur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi óskar eftir að taka til máls. Og að honum loknum þá tekur Ásrún Mjöll Stefánsdóttir við. Já, forseti og gott fundafólk, kannski aðeins þessar hugleiðingar sem að Þröstur var að reifa sko þennan pólitíska vinkil í heimastjórnunum sko. Ég meina þessi málefni sem við erum að fjalla eru öll pólitíski eðli sínu í sjálfu sér og það eru auðvitað viðfangsefni sko heimastjórnuna og þá meðal annars þess kjörna fulltrúa sem kemur frá sveitarstjórninni. Ég held hins vegar að maður þurfa að aðskilja svolítið annars vegar sko það sem eru pólitískar ákvarðanir og það sem er embættisfærsla hins vegar. Og þarna að ræða sko á vissan hátt embættisfærslu sko í þessari umsögn og ég held að kannski bara fari vel á því eins og í sko sveitarstjórnunum. Menn getur með sama hætti gagnrýnt sveitarstjórnunum fyrir að það skorti bara fagþekkingu í alls konar málum og hún er vand samansett en það er ástæðan fyrir að við erum að vinna með okkar vel menntaða fólki í viðeigandi stofnunum, hvort sem það er náttúrufræðistofnun eða náttúrustofnun á Neskaupstað eða þeim sem vinna með minjarnar að við erum að vinna með fagfólkinu sem er að aðstoða okkur að byggja undir ákvarðanir og gera þær sem bestar. Þannig ég vil bara verðt að hafa þetta í huga sko, við leggjum síðan mat á þetta bara eins og við erum að gera hér í alls konar málum. Þannig að ég vil nú svona frekar verja þetta fyrirkomulag okkar sem við komum á við stofnun sveitarfélagsins og það getur vel verið að með sér ekki komnir allar leið eins og Ásrún var að benda á sko, sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún en ég held að við séum á leiðinni þangað og þessi verkefni sem hún taldi í lögunum eru bara góðra gjalda verð og ég held að við komum til með að vinna áfram og það er kannski að styðja heimastjórnirnar einhverju leyti í þeim verkefnum en ég held að þær vinni þetta saman en ég held að hins vegar að við séum á réttri leið og bara rifja enn og aftur upp fund sem að heimastjórnirnar sem náttúruverndarnefndir sátu með umhverfisstofnun og sambandi sveitarfélaga þar sem að þetta fyrirkomulag okkar maður var að bera það saman við það sem að virtist vera svona dálítið ríkjandi að náttúruverndarnefndirnar voru innan umhverfis- og skipulagsnefndar sveitarfélaganna og maður eiginlega sá svolítið af því að þetta fyrirkomulag okkar er þó betra, mun betra myndi ég halda. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott sveitarstjórnarfólk. Kem hér upp í stutt andsvar. Ég, ekki bara sem sveitarstjórnarfulltrúi heldur íbúi Seyðisfjarðar, verða mótmæla því sem Ívar, sem sveitarstjórnarfulltrúi, Ívar Karl Hafliðason segir að sé ekki við hæfi
að beina tilmælum til heimastjórna og í fyrsta lagi voru þetta ekki tilmæli heldur sagði ég orðrétt. Ég vona að heimastjórn Seyðisfjarðar ræði málið af alvöru og standi með vilja meirihluta íbúa Seyðisfjarðar og lýsi sig andvíga opnu sjókvíaldi í firðinum. Það hlýtur að mega, þó að sé auðvitað leiðilegt og umhugsunarvert að ég finni mig knúna til að gera það. Ég held að það sé einstaklega vel við hæfi að benda á og hvetja hreinlega heimastjórnir til að hlusta á og styðja við íbúa á hverjum stað fyrir sig, enda á heimastjórn meðal annars að vera samráðsvettvangur íbúa. En heimastjórn Seyðisfjarðar hefur ekki bókað stakt orð hina miklu andstöðu við sjókvíaldi í firðinum, sem því miður leiðir mig að þeirri niðurstöðu að það er eitthvað sem er ekki að virka í heimastjórnum og hvernig þær sinna sínum hlutverkum, hvort sem að það er náttúruverndarnefnd eða sem samráðsvettvangur íbúa. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir er lokið máli sínu. Við erum í lið 13, 14, 15 og 16. Það fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þá eru þessi liðir lagðir hér fram til kynningar. Við erum þá komin í lið 17, 18 og 19 og ég ætla að opna mælendaskrá undir þeim liðum. Er að ræða fundargerð byggðarráðs Múlaþings númer 81, 82 og 83. Það eru einhverjir sem að óska eftir því að taka til máls undir þessum liðum. Svo er ekki, þá teljast þessar fundargerðir hér lagðar fram til kynningar. Við erum þá komin í lið númer 20 og 21. Er að ræða fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs númer 82 og 83. Og ég opna mælendaskrá undir þessum tveim liðum. Er einhverjir sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá telst það hér lagt fram til kynningar. Við erum þá komin í lið númer 22, 23 og 24. Hér er að ræða fundargerðir fjölskylduráðs númer 68, 69 og 70. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Er einhverjir sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá eru þær hér lagðar fram til kynningar. Við erum þá komin á lið númer 25. Sem er ungmennaráð Múlaþings, fundargerð númer 23 og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Er einhverjir sem vilja taka til máls? Svo er ekki, það telst hér lagt það fram til kynningar. Við erum þá komin að okkar síðasta lið hér í dag, sem er skýrsla sveitarstjóra og ég ætla að gefa Birni Ingimarssyni sveitarstjóra orðið. Já, forseti og gott fundarfólk. Ég ætla þá bara stuttumáli að fara yfir það helsta sem hefur verið í gangi að undanförnu eða frá því við hittum síðast. Svona fyrir utan hefðbundna fundi með starfsmönnum og stjórnendum eða sviðsstjórum þá vorum við með sérstakann fund með stjórnendum sem var haldinn hér á Egilsstöðum föstudaginn 14. apríl og þar var farið yfir bara ýmis mál snú að meðal annars að rekstri og samskiptum og við höfum svona reynt að taka þessa fundi að minnsta kosti 2 ári og þessi fundi var allan mjög góður og eins og þeir hafa nú yfirleitt verið. Varðandi samstarfsverkefnin þá voru haldnir aðalfundir Ársala, Minjasafns Austurlands og SSA auk ársfundar Austurbrúar og framundan eru stjórnar og vinnufundir samtaka sjávarútvegssveitarfélaga hér fyrir austan á morgun og á föstudaginn. Stjórn Vísindagarðsins mun koma saman til fundar í næstu viku og stjórn Brunabóta mun funda með í Vestmannaeyjum í byrjun júní. Ársfundur Samfés, stjórnenda allra félagsmiðstöðva á landinu var haldinn í Hallormsstað og ég var þeirra ánægju aðnjótandi að fá að ávarpa þá ágætlega sóttu samkomu og síðan höfum við verið að funda með fulltrúum Landsvirkjunar varðandi ormstofuverkefni svokallaða og er verið að ganga frá samkomulagi á milli aðila varðandi lok leigusamnings. Það var haldinn íbúafundur ferðfundarbúnað þar sem fulltrúi Vegagerðarinnar fór yfir stöðu mála varðandi fyrirhuguð Fjarðarheiðargöng og vettvangi hafna. Þá er og verður unnið úr þeim ábendingum komið fram á ágætum samráðsfundum með hagsmunaaðilum sem við áttum í öllum byggðakjörnum varðandi viðbrögð vegna komu skemmtiferðaskipa og það er stefnt að áframhaldandi samráði með hagsmunaaðilum varðandi þessi mál.
Ég fundaði á svona fulltrúum sveitarstjórnar og heimastjórna með innviðaráðherra þar sem var farið yfir stöðu samgöngumála eins og framhefur nú komið hér á fundinum, megin áherslu á Fjarðarvegagöng og Öxi, og það er mjög mikilvægt að við höldum áfram okkar samtali við stjórnvöld, við þingmennina og eins að koma okkar áherslum á framfæri bæði á samfélags- og fjölmiðlum. Því að það er náttúrulega mjög mikilvægt að þessar framkvæmdir sem eru náttúrulega mikilvægt fyrir Austurland allt að þær komist á innan ásættanlegra tímamarka. Við fundum einnig með umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra þar sem eigin umfjöllunarefni var annars vegar færsla eða framlag ríkisins til fjármögnunar og færsluhús á Seyðisfirði sem okkar mati er ekki ásættanlegt, og hins vegar mikilvægi þess að framkvæmdum ofanflóðavarnir sunnanverðan Seyðisfjörð verði flýtt og að fundnar verði leiðir til að regluverki tefji ekki framkvæmdir sem þessar sem ætlað er að því hann erum við að horfa til þess að verja byggð. Og lokum vil ég geta þess að ég átti þess kost að mæta á kynningu 10. bekkjar Egilsstaðaskóla á svokölluðu heimabyggðarverkefni þar sem nemendur kynntu sína á það hvernig þeir sjá fyrir sér að megi þróa nærsamfélagið inn í framtíðina, og þarna er það svona sjálfbærnin sem er höfð að leiðarljósi, og ég held að sko eftir að fengi að skoða þessar hugmyndir og sem þarna voru kynntar og eiga samtal við nemendurnar sem þá nemendur sem að þessu stóðu, þá leyfi ég mér nú fullyrða að svona framtíð er nú frekar björt, og ég vona nú bara innilega að þetta öfluga unga fólk haldi áfram á þeim grunnum sem þarna voru kynntir og taki síðan við keflinu af okkur á þessum vettvangi og efli okkar ágæta samfélag til framtíðar. Ég ætla ekki að hafa þetta lengri en þakka fyrir mig. Takk. Þá hefur Björn Ingimarsson sveitarstjóri lokið máli sínu og liður númer 26 er því lokið og dagskrá sveitarstjórnarfundarins í dag tæmd. Þannig að ég ætla að segja fundi hér með slitið.